Ertu til Þorgeir? Endilega bara. Ég er tilbúin. Já, klukkan orðin hálf. Ég held við séum komin í útsendingu. Já, ég bara treysti þessu fórin í útsendingu, það er ekki ástæð til að ætla annað. Heyrðu, komið sæl öll sömul og bara gleðilega þriðjudag. Við erum komin hérna á fund íbúðaráðs. Endilega bara. Ég er tilbúin. Já, komin hérna, já, ég heyri. Þið eru greinilega komin loftið. Já, ég bara treysti þessu fórin í útsendingu. Þetta er komið, ég sé það. Já, ég heyri það. Ég heyri mjög greinilega. Býtu, það ætla aðeins að, já, þetta er alveg greinlegt. Ég heyri hérna tvisvar í sjálfum mér. Já, og fundur íbúðaráðs Árbæjar og Norðlingaholts og því sem eru heima, það er komin sem sagt, það er verið að streyma þessum fundi núna í gegnum YouTube síðu Reykjavíkurborgar og það er sem sagt, það er þannig að hingað til hefur þessu verið streymt á Facebook en það er búið að breyta því aðeins núna, bara ágætt en þið farið undir reykjavík.is/íbúðaráð og þar er verið að streyma þessum fundi en auðvitað þeir sem heyrðu það voru búin að finna það út. Stupid me. Heyrðu, jæja, hérna fyrsta mál á dagskrá fundarins í dag er sem sagt kynning og það er kynning fyrirbæri nokkuð sem á heima hér í hverfinu hjá okkur sem er sem sagt starfsemi tónlistarfélags Árbæjar í Tónhill og líka eru konir góðu gestir frá tónlistarfélaginu og Tónhill sem ætlaði svona að segja okkur frá starfseminu og kynna aðeins og mjög spennandi mál þar á ferðinni og ég ætla bara að leyfa ykkur kynningu sjálfur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Hérna, ég ætla að við gerum smá glærusjó, getur ég deilt því svona með? Já, getur það ekki bara sjálfur? Svona, sést það? Já. Já, perfekt, flott. Já, þetta er bara svona, ég get nú ekki fúlstýrnað þetta en jæja. Herru, allan að við erum hérna, ég heiti Kristján Sturla og ég er formaður tónlistarfélags Árbæjar og með mér er Já, ég heiti Andri og er gjaldkeri félagsins. Við ætlum bara svona að renna hratt yfir svona hvað þetta félag er og hvað þetta stendur fyrir og svo framvegis og hérna kannski byrjum bara aðeins á því hvað er tónlistarfélag Árbæjar. Það var hérna, það kom upp hugmynd árið 2018, þá vorum við sátum við held ég á fylkisleik og vorum að ræða saman og okkur langar rosa mikið til þess að halda einhvern svona stóran viðburð í Árbænum, einhvern svona tónlistarviðburð og ég hérna út frá þeirri umræðu þá vorum við svona að ræða það og svo kom hugmyndum að sameina það með þess að íbúasamtökum hverfisins og úr varð þess að stíflan sem voru tónleikar sem voru haldir í Elliðaárdalnum og gengu vonum framar og út frá þeim viðburði eiginlega þá kom tónlistarfélag Árbæjar og þegar þeir voru búnir þá vorum við svo fullir sjálfstrausts að við hugsuðum að nú væri gaman að gera eitthvað meira og það sem við fórum að ræða þá var að í raun og veru það sem kannski vantaði svolítið hér í Austurborginni væri einhvers konar tónlistarmiðstöð, æfingarými fyrir hljómsveitir og svo höfum við verið mikið að vinna með ungu fólki í bæði félagsmiðstöðum og Árbæjarskóla og það vantaði líka einhvern svona vettvang fyrir til dæmis bara unga lagahöfunda, til þess stúdíó og svoleiðis til þess að einhvern svona tónlistarklasa sem gæti sameina svona tónlistarfólk og þannig að við fórum af stað og leituðum eftir svona húsnæði og vorum mjög bjartsýnir og fundum húsnæði hérna í Stangarhyl og úr varð í raun og veru eftir að byrjuðum við með Tónhill sem er húsnæðið hérna sem við erum í akkurat núna. Kom aðeins betur á því á eftir en félagið hefur þróast rosalega mikið bara síðustu ár. Í raun og veru byrjaði þetta sem bara að efla tónlistarmenningu í Árbænum en síðan fórum við í það að í raun og veru bara að reyna að mæta aukin eftirspurn með aðstöðu og við hugsuðum tónlistarfélagið svona
í anda íþróttafélaga, þar að segja, ef maður ímyndar sér bara eins og íþróttafélag virka nema bara tónlist. Þar að segja að fólk geti stundað, við getum verið með einhvers konar uppeldisstarf, við getum verið með aðstöðu fyrir atvinnu tónlistafólk og við getum búið til einhvers konar svona samfélag tónlistafólk sem væri að vinna saman og hjálpa hvort öðru að verða ennþá sterkara. Síðan var tónlur byggður og við vorum svo heppnir hér í tónlistafélaginu að fara í samstarfið Reykjavíkurborg og sem hjálpaði okkur og í raun og veru hefðum við aldrei getað farið á stað með þetta nema bara fyrir þann stuðning sem við fengum þaðan og þá í raun og veru tókst okkur að byggja þetta rými hérna sem við erum í sem var sem sagt byrjaði í 450 fermetrum og er núna komið upp í 1000 fermetra og byrjum hérna í þessari staðsetningu hérna í Stangarhyl og það sem er gott til dæmis og við vorum heppnir með þá staðsetningu, kannski bara ég koma aðeins inn á það, er að það er ekkert sjálfsagt að geta verið miðsvæðis í hverfi en leið með starfsemi sem framkallar pínlítinn hávaða af og til. Og þannig að það er bara eiginlega ótrúlegt á okkur að tekist að finna húsnæði sem var í raun og veru bara svolítið eins og það væri sniðið af þessari starfsemi okkar. Nú, framkvæmdir hófust sumarið 2019 og við fengum þarna smá framkvæmdastyrk líka, nokkuð vel að vísu, en við komumst að því þegar við byrjuðum að svona framkvæmdir kosta aðeins meira heldur en bara nokkra spýtur og skrúfur. Þannig að við ég myndi segja að við gætum líklega sótt einhvers konar viðurkenningu fyrir að hafa notað peninginn einstaklega vel. Já, við gerðum rosa mikið fyrir lítið, sko. Já, það getur ekki verið tekið á okkur og náðum að nýta peninginn ofboðslega vel. Já, heldur betur og við vorum náttúrulega bara í sjálfboðavinnu, við heldum þetta myndi taka kannski 1-2 mánuði en þetta tók bjartsýnis. En það er svona bjartsýnisskekkjan sem einkennir svolítið Íslendinga að við tók aðeins lengri tíma en það og fleiri klukkustundir en þetta var bara gert í sjálfboðavinnu og við vorum svona að virkja fólk í hverfinu og foreldra þeirra einstaklingar sem voru hjá okkur í starfinu og bara fengum góðan stuðning frá ýmsum aðilum og sem við erum náttúrulega gríðarlega þakklátir fyrir. Fórum náttúrulega í samstarfi við Vinnuskólann, þannig að þetta sumar. Já, einmitt. Nokkra aðila til að vinna með okkur líka. Síðan bara hefur þetta vaxið og það sem kannski er gott við Tónhyl er að það er ákveðin stærðarhagkvæmni sem fylgir þessu. Það er búið að vera vöntun á stúdíóhúsnæði lengi í Reykjavík og líka náttúrulega æfingahúsnæði sem er í boði, eða það er nokkur svona æfingarými í boði en Má ég trufla ykkur aðeins? Já. Ég að átta mig á því núna að þessi fundur er ekki live á YouTube af því að borgarstjórn er með beina útsendingu á YouTube-channelnum. Já, ok. Þannig ég að spá í að færa okkur yfir á Facebookið. Ég veit þeir eru búin að... Þetta eru svona dæmigerðir byrjunarörðuleikar. Við erum sem sagt inn á YouTube af því að við ætlum að ekki vera að lenda í krassi á Facebook síðunni út af hverfafundum borgarstjóra. Og svo núna erum við átt okkur á því að borgarstjórn er að nota YouTube-channelin í dag. Já, þetta hljómar ekki nógu vel. Ég er á YouTube núna, ég sé alveg fundin á YouTube, ég skil ekki. Já, ég ætla að gera smá fundalið bara meðan við göngum og skuggum að þessi fundur sé raunverulega í loftinu. Hún er það ekki, sko. Jú, ég er á því núna, ég er að horfa á YouTube. Ég sá hann líka. Andri sá hann líka? En ég þurfti að velja annað, það var ekki réttur linkur, sko. Ég sé það, hugmynd að byggja tónlistarstöðu fyrir tónlistarfólk, ég sé það alveg. Þetta er á YouTube, það er ágjörðan. Þetta er á YouTube, ég er bæði á YouTube og líka í meeting hérna. Ok. Ég er að prófa í símanum, því að ég er í tölvunni á fundinu. Ég meina að þetta er á YouTube. Þetta er hérna, kemur upp, Þetta er á YouTube. Já. Þá getum við bara haldið áfram á þess að til næst. Ég er með link hérna, við getum kannski posta linknum hérna líka.
Það var eitthvað sem setta í komment, það sagði það ekki, Andri? Jú, kommentin á árbænum. Það er réttur linkur. Já. Þetta var þetta rángur linkur sem var settur inn. Já, virðist vera að þetta sé ekki ringurinn. Hver er linkurinn? Svo ég geti Fólk er að gefa hérna meldingar það er verið að horfa á þetta. Og þannig að Jón Andri er að segja mér að það sé alveg að virka. Fundur íbúðarhús Árbæjar og Núngaholt 8. febrúar. Það stendur hérna í YouTube. Bara leita í þessu. Flottir. Ég ætla að birta hérna svona. Já, það er ekki linkurinn á vefsíðuna hjá borginni. Það er bara þannig. Getur einhvers ykkar þá kópera linkin í glugganum uppi og sett hann í chati hér eða sett hann á... Já, það var það sem að... Sjá. Fólk býður spenntið. Sett hann inn á Facebook chatið eða leiði hérna Árbæjarsíðuna ef það... Já, allavega við erum í útsetningu og það er einhver að fylgjast með okkur. Við skulum bara halda áfram með kynningu á Tónhill. Svona er þetta. Bara gjörðu svo vel Kristján Sturla, endilega haldið áfram. Ekki málið. Já, við vorum sérst að tala um það að það væri svona, það sem við erum svona búin að koma stað með þetta húsnæði okkar hér að það er ákveðin stærðarhagkvæmni sem fylgir því að vera með stórt húsnæði sem býður upp á stúdíó og æfingarými að við getum því að þetta er svolítið erfiður rekstur fyrir marga því að það er erfitt að finna rými í bænum sem bæðið getur, hvað ég segja, höndla ákveðin hávaðamengun en líka bara það sem kannski er sem að mest í kosturinn ekki sammála því Andri, það er þetta samfélag sem byggist í kringum í raun og veru þetta svona húsnæði, það er raun og veru gríðarleg fjöldi fólk sem fer inn í gegn og svona margir sem að búa til tengsl og hittast bara vegna þess að við erum einhvern veginn staðsett á sama stað. Nú, ef við höldum bara áfram hérna, þá skiptist þetta þannig á okkur hérna í Tónhill að við erum með þessa stúdíó, við skiptum því í svona A, B og C stúdíó. A-stúdíó eru þá fyrir atvinnu tónlistarfólk og B fyrir þá sem eru svona mitt og milli þess að vera nýbyrjar og að stíga inn í atvinnumennskuna og svo eru C-stúdíó sem svona byrjandastúdíó. Stúdíón er orðin 18 talsins sem er ansi mikið og eru öll upptekin og það er biðlisti til að komast inn í þessu stúdíó og síðan er svona, já, er þetta þessast hugmyndin atvinnufólk í bland við nýliða, það er að segja að þú ert þarna inn á þeim forsendum að þú getir eigir svolítið að vera til staðar fyrir þá sem að byrja, til dæmis þeir sem atvinnufólki sem að leiga okkur, það hjálpar okkur á námskeiðum, þeir sem eru á námskeiðum hafa jafnvel aðgang að þeim og geta fengið ráðgjöf og ýmislegt svoleiðis. Þannig að þetta er svona, síðan þeir sem eru á námskeiðum geta bölað unnið þessu upp og orðið svona draumurinn sá að þetta verði svona hringrás, þannig að þeir sem vinnur upp og verði síðan atvinnu tónlistarmaður og svo verð þú að aðstoða það sem að koma upp og svo framvegis. Það er alltaf tengingin við íþróttafélögin. Já, það er svona. Þú ferð á æfingu og sérð meistaraflokk, æfa, og því langar svolítið að komast þangað. Og það verður svona endurnýjun í gegnum félagið. Einmitt. Það er svolítið svona, og þá leggjum mikla áherslu á það að við séum svona þessi fyrirmyndir og við séum að gefa þessum yngri tíma. Já, síðan sko, eitt kannski varandi stúdíó bara fyrir það sem eru þess að fólk átti sig aðeins á því hvað við erum að meina með stúdíó að þetta eins og var þetta svolítið þannig að þú ætlar að byggja stúdíó þá þurftir að vera með alls konar hljóðanengar til klefa og þú þurftir að kaupa mjög dýra græjur og það kostar kannski marga milljónir að byggja eitt stúdíó. Núna þetta meira þannig þegar við ræðum stúdíó að þú ert með ákveðið rými, svo ertu með tölvuna þín og hátalara og þetta er svona meira eins og einhvers konar vinnurými. Og það er svolítið mikið eins og þetta virkar í dag að þú þarft ekkert endilega risa stúdíó til þess að geta gert það sem þú þarft að gera. Nú svo er það æfingarýmin, Andri, kannski að þú sér svolítið um þau? Já, svo erum við með sér álmu fyrir æfingarýmin og þau eru 6 talsins og það bil 25 hljómsveitir í mánuði sem að æfa hérna. Og í hverju æfingarými bjóðum við upp á grunn trommusett og hljóðkerfi og mikrofóna og svo hafa hljómsveitirnar verið að koma með sínar eigin græjur og skilja eftir. Og svo er bara svona dagatali eða eiginlega bara stundatafla fyrir hvert og eitt rými. Og
og þar geta böndin skráð sig á lausa tíma og eru öll með fastan æfingatíma líka í viku og geta síðan haft samskipti sín á milli eða lána eitthvað dót og eitthvað svoleiðis. Og þetta hefur gengið bara gríðarlega vel, eins og Kristján kom inn á áðan að þetta hefur alltaf vantað í Austurborginni einhvern svona hljómsveitaræfingaklasa eins og við þekkjum í Vesturborginni. Og svo erum við með eitt stórt rými fyrir líka, já, eins og þú segir, stakar æfingar og við reynum að hafa trommusett og hljóðkerfin í öllum rýmunum til þess að bara bæði það að bönd þurfi ekki að kaupa það eða út af það sjálf, heldur geta þau komið bara með cymbal og sneril eins og maður segir og bara hafið æfinguna strax. Og svo höfum við verið að bjóða undir 18 ára, höfum við svona til þess að bara hefur lagt áherslu á það að þau fái bara að æfa frítt hjá okkur gegn því að við bara í samstarfi við foreldra þeirra. Þannig að við viljum svona reyna að líka bjóða upp á að þetta rými sé, við viljum sem bara fá sem mesta nýtingu á það. Af því að skiptir alltaf bara félagið máli. Við förum síðan í næsta. Svo erum við með akademíuna sem er námskeiðsaðstaðan. Þar við verið að fókusera á hópinn 14 til 18 ára. Og þá í raun og veru þessi pæling aftur með íþróttafélagi. Þú ert bara að koma og æfa lagasmíðar og upptökur. Og þetta er svona óformlegra nám heldur en endilega, það er oft talað um óformlegt nám og formlegt nám. Formlegt nám er svona meira eftir aðalnámskrá eins og bara tónlistarskólarnir fungera. Á meðan óformlegt nám er svona svipað eins og félagsmiðstöð sem þú ert í raun og veru að kemur og það er aðstaða og það er leiðbeinendur en þú ert kannski ekki endilega að fara eftir einhverri opinberri aðalnámskrá. Og það er svolítið það sem við erum að svona þróa hér og við trúum svolítið á það að vera með góða aðstöðu og leyfa fólki að koma og fikta og bara vera í stúdíónu og að það geti skilað miklum árangri og þau séu svolítið á sínum forsendum þannig að þau séu kannski að vinna í einhverju lenda á vegg og fá þá aðstoð frá okkur. En svo erum við líka með í raun og veru svona hálfformlegt þar sem við erum bara með fyrirlestra og svoleiðis. Við skiptum þessu í akademíuhópa, námskeið og lotur, það er svona eins og við erum með þetta núna. Akademíuhóparnir eru svona þeir sem eru bara ongoing einhvern veginn gegnum árið. Það er bara mæta af sína æfingu vikulega. Námskeiðin eru svona styttri tíma og svo eru lotur þar sem þú kemur kannski í x marga klukkutíma og þá er leiðbeinandi á staðnum og þú færð að vera í að gera lag og svo færið feedback á lagið þitt. Þetta er eitthvað sem við erum að þróa bara og erum að leggja meira og meira áherslu á. Þetta starf fyrir yngri hópana og við teljum mjög mikilvægt að rækta og svona hlúa að þessum hópi og maður sá það svolítið í skólanum að þetta voru oft einstaklingar sem voru ekkert endilega að æfa, þau voru ekkert endilega að finna sig í öðrum tómstundum en þetta var eitthvað sem svona skapandi grein sem höfðaði til þeirra. Og það er rosa gaman að geta tekið einhvern veginn þau inn hér og haldið utan um þau og hjálpa þeim að fóta sig á þessu sviði. Síðan er það kvikmyndagerð og útgáfa, þar höfum við verið að prófa okkur líka áfram að því að það er einhvern veginn þannig í svona húsi að það er mikilvægt að hafa ákveðin fjölbreytileika. Kvikmyndagerð hefur virkað nokkuð vel með tónlistinni og við höfum verið með svona framleiðslufyrirtæki sem hafa verið með aðstöðu hérna innanhús, þá við erum verið að leigja þau rými, eins og við verið með útgáfu og erum að Sony útgáfa er núna hérna hjá okkur og við erum svona að prófa okkur áfram með það líka. Þau hafa verið að leigja hjá Úttón sem er á vegum, ekki vegum ríkisins. Já, svo mistuðu það húsnæðina, við tókum við þeim hér og ætluðum að prófa þá að það var hægt að koma inn með ákveðna fræðslu þar. Og svo bara svona skapandi hópar sem oft vantar aðstöðu, þá höfum við verið að veita ef það er laust pláss, þá höfum við fengið aðstöðu til að skrifa handrit eða hvað sem hefur komið upp, sko. Síðan Andri er eitthvað sem við er að fara aftur í gang núna bara. Já, það er kaffihúsið Melody. Segðu okkur aðeins frá kaffihúsinu. Kaffihúsið Melody er staðsett á neðri hæð Tónhils og okkur langaði svolítið. Það náttúrulega vantaði kaffihús í hverfinu, sem byrjum á því að þannig með aldrei verið kaffihús þannig að við náttúrulega verið bakari og eitthvað svoleiðis. Og við sáum hana dautt rými og ákváðum að ríða á vaðið og opna kaffihús.
og það góða við þetta kaffihús svo, það var einn góður maður sem sagði við mig einu sinni að það engin klasi án kaffivélar og það svolítið sem hefur rutt þessu verkefni í farveg og þetta sameinar svona, ég fyndi að þetta varð einhvern veginn svona meiri klasi eftir að kaffivélin kom, sko. Og kaffihúsið líka liður í að auka menningu í hverfinu. Fólk getur komið hérna og bara ekki bara heyrt tónhil og heldur bara upplifað einhvern veginn tónhil. Og markmið á kaffihúsinu líka að hafa reglulega viðburði. Það var jafnvel einhverja tónleika, einhver kvöld, opinn og það sem að listamenn í tónhil er að spila tónlist og flytja jafnvel sín eigin lög og eitthvað slíkt. Og kaffihúsið líka stuðningur við ungt tónlistarfólk að hluti af því sem að kemur inn rennur beint til félagsins og styður þar með við ungt tónlistarfólk. Nákvæmlega, þetta að fara aftur í gang, við þurftum að gera smá breytingar, nú bara það styttist. Já, styttist heldur. Já, það má ekki alveg segja hvenær, en það er mjög stutt í. Það er mjög stutt í, já. Herru, svo bara rétt svona bara því að allir á því hvaða margir eru að taka þátt. Við náttúrulega erum, eins og ég segi, með þessi 18 stúdíó og það er mjög mikil umferð bara tónlistarfólk sem fer í gegnum það því að flestir sem eru með þessi stúdíó eru svona upptökustjórar og lagahöndar og eru að fá til sín fullt af fólki. 25-30 bönd æfa reglulega og auk síðan tónlistarfólk sem tekur stakar æfingar. Svo höfum við verið með 40-50 þátttakendur á námskeiðum. Það er mjög mikil eftirspurn þar. Við hins vegar höfum bara takmarkað mannskap og tíma, þannig að við höfum ekki getað haft eins marga og við viljum, en það er alltaf kannski bara smá lúxusvandamál sem við þurfum bara aðeins að halda áfram að vinna með. Og svo bara önnur starfsemi í húsinu eins og framleiðsla og hlaðvarp og fleira. Þannig að, en sko, svo endum kannski hérna bara svolítið á framtíðarsýnin okkar að þá hefur félagið vaxið gríðarlega hratt. En okkar framtíðarsýn er náttúrulega bara hér í hverfinu að halda áfram að styðja ungt tónlistarfólk og gefa þeim tækifæri til að vaxa og dafna svona í sinni sköpun. Halda áfram að byggja upp öflugt samfélag skapandi fólks, veita aðstoð heimsmælikvarða og sterkt bakland. Og svo langar okkur rosa mikið til að gera Árbæinn að svona miðpunkti tónlistarsköpunar í Reykjavík. Það hefur alltaf verið ákveðin góð tónlistarmenning í Árbænum. Við teljum bara að Árbæinn sé mjög svona hentugt hverfi fyrir skapandi svona greinar og við leggjum áherslu á tónlistina og við sjáum það bara núna með þessu húsnæði hvað það er gaman, hvað margir eiga leið hjá núna í Árbænum og ég tala ekki þegar COVID fyrir að minnka, við getum fara að hafa fleiri viðburði og svona bara markvisst farið að auka þessa þætti og samstarf innan hverfisins. Og svo erum við náttúrulega bara stanslaust að þróa þessa hugmynd og að byggja upp þetta samfélag og við fáum nýjar hugmyndir á hverjum degi og við þurfum ofta að reka okkur á hluti og þetta er bara svona eins og þegar við erum að byggja upp fyrirtæki að þá tekur alltaf þessi ár að marka sér ákveðna stefnu. Að lokum þá bara er svona til dæmis dæmi plötur og fjölda verkefni sem að fara í henni í gegn. Það er svona ýmsar plötur sem hafa verið unnar hér og sem er bara mjög gaman. Mjög ólíkar líka. Mjög ólíkar. Það er mjög skemmtilegt. Einmitt. Og svo bara nokkra myndir svona í lokin. Við hérna til dæmis eru ungir vinnuhópar að hjálpa okkur í framkvæmdum. Össum okkur auðvitað á því að þeir eru svona fást við kannski einfaldari hluti. En við vorum einhvern veginn að ræða fyrirbærið IKEA-effekt sem er sem sagt þannig að skilst mér að því meiri þátttöku, því meira sem þú átt í hlutunum og tekur þátt í að byggja þau upp, því meiri væntum þykju sýnur þeim. Já. Þannig að það var eiginlega hægt að kalla það tónilseffekt. Já, tónliseffekt. Manni þykir rosalega vænt IKEA-húsgögnin sína því að maður byggði þau sjálfur, skilji. En þetta er frægt fyrirbæri, ég geti googlað þetta. Svo er það bara æfingarými, það myndir af þeim, dæmi 2 eða 3 æfingarými sem við erum með.
húsnæði, ef einhver kannast við húsnæði, þá er þetta húsnæði þarna í Stangarill. Þrískipt. Já, þrískipt. Það er líka reyndar Mútai sem er svona bardaklúbbur þarna. Það heitir ekki Mútai, það heitir eitthvað annað. Og svo er tannsmiður þarna með eina litla skrifstofu. Svo er hérna frá stíflunni nokkrar myndir. Og akademían alltaf fjör þar. Fórum í svona lagasmíðasbúðir í sumar, fengum styrk fyrir því. Og hérna, sem var rosa gaman, tókum stúdíóin með í hérna sumarbústað, þar sem að vera að semja tónlist. Og já, þetta er svona okkar kynning. Við fórum mjög hratt yfir sögu og hérna. Já, það væri endalstætt að tala um þetta. En hérna, já, við bara svona. Heyrðu, já, takk bara kærlega fyrir, mjög áhugavert. Nú er bara einmitt eins og stendur þarna spurningar og ég sé, við höfum svona 5 mínútur í næsta lið. Björn Gíslason hefur beðið um orðið. Já, bara takk fyrir þessa kynningu. Þetta er mjög flott hjá okkur og hérna, ég líst mjög vel á þetta hjá okkur. Þetta er sennilega eins og ég segi, þetta er svona svipað klassuver þarna í Vesturbænum. Bara mjög gott og hérna, og ég er nú ekki síður óhress með það að mér líst vel á að þið gerið Árbæina svona, það maður segja, þessa mesta svona tónlistarsköpunina í borginni sé þar. Það er gott, en það sem ég tók hjónum líka eftir að hérna, þeir eru svona, já, með tengingu svona íþróttamálið eins og maður segir, með akademíu og því líkt, eru þið sem sagt, svona forvitnast með það, hvernig hérna, þið sjáu væntanlega svona krakka þarna einhverja svona sem eru kannski bera dálítið af eða eitthvað því líkt, sko. Og hvað er allir svona komið þeim þá áfram og svona setið þá þannig að þau fáið þá að svona njóta sín kannski betur. Helst nú í skólum sem eru svona kannski bráðkir krakkar og því líkt. Eru þið með svona áætlun hjá ykkur á þessu svona, maður getur orðað það sem svo? Svona, já. Þetta er svona eins og íþróttafélögin, sko. Það er dálítið afrekssmiðuð og akademía þar sem að svona krakkar sem eru virkilega góð í sínu fagi eða hvað sem það er fótbolti eða fimleikar eða hvað það eru, þá svona tekinn dálítið og þá sérstaklega æfingu og því líkt, sko. Já, við höfum svona, sko, það fá allir að vera svolítið á sínum forsendum, þannig að sumir hafa bara einfaldlega gaman að vera í þessum félagskap og vera að gera tónlist og svoleiðis og það er bara allt í lagi og hérna, svo er það líka þannig að þeir sem eru leggja kannski mesta vinnu í þetta og eru áhugasamastir og hvað maður segja, bara duglegastir að þeir fá svona kannski meira sjálfkrafa, aðeins meira út úr starfinu. En svo er það líka þetta með tónlistina að hérna, þú einhvern veginn, það sem þú gefur í það, það er það sem þú færið út úr því, sko. Já. En við höfum ekki verið með neina svona skriflega ennþá stefnu þar sem við erum að taka sérstaklega einhver einstaklinga. Akkurat, já. Það er bara svona aðeins að forrita sem þetta, þetta er mjög flott starf hjá okkur. Já, takk að þig, takk. Takk til að koma að kaffihúsi. Já. Við kíktum hann í heimsóknum fyrir jól, heyrðu, Ásta, gjörðu svo vel. Hæ strákar, rosalega flott kynning og bara eins og alltaf frábær hugmynd og verkefni hjá okkur. Bæði vei, gæðið nafn, ógeðslega flott tengjaða við sko göttuna. Já. Og logoið er ógeðslega vel hefnað, bara hver sem það nú hannaði, það er rosalega flott. Ég er með 4 svona pælingar eða spurningar, sko, hvernig hafið þið verið að nálgast þetta unga fólk sem er ekki atvinnumenn? Hvernig hafið þið sótt, eða svona, hvað segja, fengið þau til að vita af ykkur? Ertu að tala um það sem eru koma á námskeiðin og það? Já, eða bara inn á götunni eða bara eitthvað, já, þú veist, annars. Já, við höfum sko, námskeiðin höfum við auglýst bara svolítið á samfélagsmiðlum og svona, við höfum markvisst kannski ekkert endilega, hvað ég segja, vilja hafa það allt of mikið því að við erum líka, við viljum ekki missa þetta einhvern veginn úr höndunum á okkur, þannig að við viljum taka svona lítil skref í einu bara, litla hópa og svoleiðis, þannig að það hefur bara verið auglýst og fólk hefur skráð sig. Bara þessi sem eru svona mitt á milli að þá hefur það verið oft bara út frá ábendingum með einstaklingar sem hafa verið og þeir sem eru hjá okkur núna, sem eru í þessu B-stúdíum, það eru einstaklingar sem voru í Árbæjarskóla, tóku mikinn þátt í að byggja þetta hérna upp hjá okkur og hafa verið að kenna á námskeiðum og svona ýmislegt.
En það líka eitthvað sem við erum að sjáum kannski meira fyrir okkur, þeir sem halda áfram fari inn í það kerfi, sko. Ég hugsa að það sem kannski minnst þróað hjá okkur þessi B-stúdíókerfi, en það svona hugmyndin með því að reyna að auglýsa það eftir fólki sem getur sent inn eða einhvern veginn sýnt fram á að það sé í þessu af alvöru og það fái þá styrk frá félaginu í samstarfi við borgina náttúrulega í að fá þessi stúdíó sem þau geta nýtt, sko. En það rosa mikið verið að spyrja, við bara sannleika sagt þá bara þyrftum við svona 3 svona hús til þess að geta komið fyrir öllu fólkinu sem myndi vilja vera í þessum stúdíum, þannig að þetta er smá svona eitthvað sem við erum að bara vinna í, sko. Ok, og þá erum við með akademíuna, því nú ég kannski ekkert inn í því, hvaðan komu þeir og var það eitt námskeið, ég sá hana sumarbústaðarhugmyndinni hana smiðjan sem var í lagasmíðunum, var það afmarka verkefni bara síðasta sumar? Nei, sko, byrjum á ákveðum að auglýsa bara einn hóp fyrst sem var síðasta vor og þá var bara með 12 einstaklingar sem komu í þann hóp. Sá hópur var bara að því við vildum, eins og ég segi, þróa það starf og bara við vorum að gera þetta svona í sjálfboðavinnu þannig að við vorum svona með þetta í höfðum í raun og bara tíma fyrir einn hóp. Síðan bara vorum við með fleiri hópa og þá voru alveg 3-4 hópar sem komu líka þar og við höfum bara alltaf auglýst þetta og í raun og opið bara fyrir alla. Ok. Því ég hef verið að kenna lagasmíðar í Árbæjarskóla þá hefur þetta stundum tengst náttúrulega Árbæjarnum meira heldur en hinum hverfunum. Ég held að það sé bara, þú veist, eitthvað sem kemur með tímanum. Og svo sem má líka alveg tengist Árbæjarnum, þú veist, þannig sé framan af og það vext þetta bara náttúrulega eða þannig. Einmitt, sko. En hvað með vinnuskólinn? Það er svo spennandi að heyra, voruð þið með vinnuskóla, krakka á grunnskólanum sem ykkur fengið til ykkar í vinnu? Verður það aftur? Við sóttum 2019 og fengum úthlutað, hvað voru, 6 starfsmenn. Já. Og sóttum síðasta sumar líka og fengum úthlutað aðeins meira og það var í rauninni bara hugsað til að hjálpa í framkvæmdum og annað slíkt og í sumar var þetta bæði framkvæmdir og skapandi sumarstarf og vorum með stelpuhóp að gera vídeó og annan hóp að gera tónlist. Og það var rosalega vel. Já, við höfum ekki ennþá svona lagt drög að sumrinu hvað við getum boðið upp á. En eflaust verður það eitthvað og þá er það bara líklega auglýst. Svipað sem fylki örugglega þá tengist þessi krakkar oft starfinu hér, hafa verið á námskeiðum eða verið að gera eitthvað. Svona oft tengt því, sko. Þetta er bara frábært. Ég bara geggjast spennt að koma á kaffihúsið. Já. Herru, takk fyrir þetta. Lögum til að hópa. Og mér langar að hvetja ykkur öll til þess að kynna ykkur starfsemi tónlistarfélagsins Árbæjar í Tónhill. Kannski bara bætir við örstutt, Kristján, er það ekki rétt? Nú, þið voruð að fá styrk fyrir áframhaldandi starfi, er það ekki í Tónhill? Er það ekki rétt munið það með? Jú, hvað sér þau? Er það til einhvers árafjölda eða? Já, við fengum 2019 fengum við í 2,5 ára, erum við út árið 2019 og til 2021 fyrir í stuðningu við leigu bara greiðslur og bara virkilega eins og ég sagði áðan eitthvað sem við hefðum náttúrulega var algjör forsenda fyrir því að við gátum hafið þetta starf hérna. Síðan fengum við áframhald núna 3 ár til þess að bara, já, stuðningur við höfum náttúrulega stækkað mjög mikið síðan við sínum tíma en þetta er bara, já, hvernig ég útskýra ómetanlegur stuðningur frá borginni sem náttúrulega, og mér finnst, við höfum aðeins rætt hérna, að okkur finnst rosalega, sko, hér erum við náttúrulega með þekkingu á þessum málaflokki og geta séð þetta fyrir einhverju leyti fyrir borgina er náttúrulega eitthvað sem ég held að Reykjavíkurborg græði bara á, sko, þannig að við erum mjög þakkláttir fyrir það, svo það komið fram. Einmitt. Og íbúaráð hér sem og fleiri íbúaráð hafa styrkt ykkur fyrir ýmsum viðburðum. Það hefur náttúrulega verið mjög erfitt og við vitum það að halda nokkra viðburði síðustu 2 árin út af sóllu. En við höfum bara berum þá von í brjósti hérna í þessu íbúaráði að það fari nú að lagast og við getum farið að sjá aukna tónleika og annað slíkt frá ykkur og ykkar fólki. En mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna hérna.
og mjög áhugavert starf og ég enn og aftur hvet fólk Árbæinga og til þess að bara kynna sér starfsemi Tónhils og kíkja á Melodíu, kaffihúsið og sjá svona hvað er verið að gera þarna. Þetta er bráðskemmtilegt starf. Já, og enn og aftur. Við þökkum kærlega fyrir okkur líka. Við viljum Já, bara takk kærlega. hvetja líka ef einhverjir eru að hlusta og vilja vita meira eða ég myndi að senda okkur bara post eða við erum með heimasíðuna tónleikar.is þannig að það er hægt að kíkja þangað eða svo bara í kaffi. Og Facebook. Já, eða kaffi bara og spyrjum okkur og fá túr húsið og svona. Þannig að bara að gera. Glæsilegt. Kærar þakkir. Sömuleiðis. Takk fyrir. Takk. Við förum bara að funda með því. Já. Jú, það er bara ágætt. Nú farið þið bara að hlusta á beina útsendingu. Já. Takk fyrir okkur. Takk, bye. Næsti liður var ekki auglýst í dagskrá þar sem hann kom inn síðar eftir fund hjá Skipulags- og samgönguráði og þess vegna verði ég að bera hér formlega upp með afbrigðum að fá að taka þann lið á dagskrá og liðurinn snýst sem sagt kynningu á tillögum sem voru kynntar í Skipulags- og samgönguráði á Borgargötu í Rofabæ. Er einhver andsnúið því að taka málið á dagskrá? Gott og vel. Þá er það tekið hér með á dagskrá og liðurinn er þá þessi að við ætlum sem sagt að ræða Borgargötu við Rofabæ og til upprifjunar þá er það fyrirbæri sem kom upphaflega á borðið og var samþykkt í hverfisskipulagi Árbæjar fyrir 3 árum eða þar bíl held ég, nei meira 4 árum og hingað komin býtum við nú datt hann Bjarni út. Bjarni, ertu þarna einhvers staðar? Já, Bjarni Rúnar Ingvarsson frá skrifstofu samgöngustjóra, er það ekki rétt titlað? Jú, takk hérlega fyrir að hleypa mér að með örfár glærur svona til þess að styðja við mitt mál. Eins og Þorkell nefnir að þá snýst þetta forhönnun á Rofabæ og Bæjarbraut sem borgargötum og eins og hann nefndi réttilega þá byrjaði þetta allt í raun og veru með aðalskipulagi og svo hverfisskipulagi. Aðalskipulagi var náttúrulega samþykkt þarna 2013 eða eitthvað svoleiðis og upp úr því fór vinna af stað við gerð hverfisskipulagsins og endaði með því að hverfisskipulag fyrir Árbæ var samþykkt með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda til þess að hafa þetta allt formlegt 5. nóvember 2019 en til þess að marka það hversu langan tíma þetta tók og hversu mikil vinna fór í þetta þá var fyrsti fundurinn samráðsfundurinn var haldinn 27. nóvember 2015 þannig að þetta voru tæp 4 ár eða næstu 4 ár þarna sem að fór í að gera hverfisskipulagið. Fyrir þá sem ekki vita þá hefur hverfisskipulag svipað lagalegt gildi eins og deiliskipulag og við samþykkt hverfisskipulagsins að þá féllu úr gildi gömlu deiliskipulögin sem voru og þetta tók við í staðinn og upp úr því verður til þetta verkefni við hönnun Borgargötunnar. Borgargatan er sem sagt í raun og veru Rofabær frá Hraunbæ og að Fylkisvegi með gatnamótunum og síðan Bæjarbraut að Hraunbæ líka eins og sést af þessari mynd. Og hluti af þessu verki er líka þá Hverfistorgið. Hverfistorgið er skilgreint sem sagt í hverfisskipulaginu líka og nær þarna svolítið norður eftir á Bæjarbrautinni og einnig inn á bílastæðið við Árbæjarskóla og Árbæjarkirkju. Þannig að það var forhannað samhliða því að hönnun samhliða forhönnun á götunum sem slíkum. Það var Efla sem var með allar helstu hönnunarparametra í forhönnunni, samgöngur og landslagsarkitektúr og grenndarstöðvar og hljóðvist og þess háttar. Og listamaðurinn sem var fenginn í teymið, eða sem var í teyminu, var Kristinn Hrafnsson. Kristinn muni auðvitað fylgja með inn í verkhönnunina þegar þar kemur en
þannig að það er eftir að skipta listamann í miðjuverki, en þetta verður verkhönnunum boðin út, þannig að líklegast kemur einhver önnur verkfræðistofa að því. Í stuttu máli þá leið F í nýju leiðarneti strætó sem að verður borgarlínuleið mun aka Rofabæinn, þannig að það þarf að taka tillit til þess að borgarlínuleiðir geti ekið þarna og svo auðvitað ekur strætó í dag Bæjarbraut. Þannig að hugsunin var svolítið að reyna að búa til rými fyrir alla með því að gera þá gangandi og hjólandi sýnilega þar sem að það á við og á öðrum stöðum að reyna að koma flæði bíla eða ökutækja milli staða eins greiðfært og hægt er. En þó með því takmarka ekki að lágmarka þetta hávaða og hraða eftir því sem að við á. Ef við dembum okkur bara beint í hönnunina sem slíka, hönnunina sjálfa, að þá er þetta fyrsti hlutinn þarna lengst til vinstri, ef maður getur sagt svoleiðis, að þar eru gatnamótin á Rofabæ og Hraunbæ og þau eru hönnuð sem upphækkuð þá á alla kanta, alla leið inn í Fagrabæ. Og síðan er hugsunin sú að Rofabær sé þá svolítið aðalgata og nema þegar kemur að gatnamótum á Bæjarbraut og Fylkisvegi og íbúagötuna verði þá svona meira líkt í að vera með tengingar frekar heldur en svona stór flænistór gatnamóti eins og er í dag. Lagt er til að þrengingarnar sem eru í Rofabæ í dag verði fjarlægðar og í staðinn verði hraðanum haldið niðri með hlykkjum. Það mun bæði auðvitað auka flæði og minnka að fólk sé að stoppa og taka stað og þess háttar. Og miðað er við að bil á milli hraðatakmarkandi aðgerða séu 70 metra sem er þá samsvarandi við það sem er notað fyrir 30 km á klukkustund, götur með 30 km á klukkustund. Inn að gatnamótum Rofabæjar og Bæjarbrautar, þau eru hugsuð sem upphækkuð og þar er, eins og ég nefndi áðan, þetta torg sem er fyrirhugað. Á torginu stendur til að koma fyrir betri aðstæði fyrir grendastöðvar, hjólastæði og nýrri strætóstöð sem mun þá þjóna þessum borgarlínuvögnum sem ég nefndi áðan. Þá er einnig lagt til að strætóstöðnar sem eru sitthvoru megin við Bæjarbraut í dag, þær eru með mjög stuttu millibili og það var talið, í samtali við strætó var talið æskilegt að bera það allavega fram að sameina þessar tvær stöðvar sem eru þarna á miðjum Rofabænum í eina við Ársel eins og sést hérna. Það mun auðvitað bæði auka þá takmarka þann tíma sem að strætó þarf til þess að komast á milli staða í Rofabænum án þess að koma of mikið niður á þjónustu. Þjónustustig er áfram talið mjög gott meðfram Rofabænum og Hraunbænum og hliðargötum þetta. Þarna sést að það er lagt til að breyta tengingun inn á bílastæðið við Ársel og Árbæjarkirkju, við komum kannski meira að því á eftir. Bæjarbrautin er hugsuð með svipuðum hætti, það er að segja með svona hlykkjum í staðinn fyrir einhverjum upphækkunum og þrengingum nema á helstu gatnamótum og gönguþörunum. Og syðsti hlutin á Bæjarbraut er látin snúa þannig að sjónásinn þegar er að koma að gatnamótum á Rofabæ, þá er sjónásinn niður að Árbæjarkirkju sem er svona auðvitað ákveðið kennileit en í dag kannski svolítið falið á bakvið ýmsan gróður og bílastæði. Áfram út Rofabæinn að Fylkisvegi að þá er bara sömu hönnunarforsendur og áður, að þessi stærri gatnamót eru upphækkuð og þessar helstu gönguleiðir einnig og tengingar við minni götur eru þá minni í sniðum en þó þetta þannig að hönnun með hönnunarökutæki í huga er réttu hönnunarökutæki. Ef við förum aðeins í svona arkitektamyndirnar og skoðum yfirborðið þá er verið að leggja til að í Rofabænum sjálfum að þar verði gatan malbikuð en með hellulögn á milli akreina til þess að gefa svona sjónræn áhrif út af því að akreina þurfa að vera ákveðið breiðar til þess að borgarlínan geti ekið á þeim.
En þetta svona, með hellulögninni þá var þetta ná svona sjónrænum áhrifum, þannig að akreininnar virðast vera þrengri. Hlykkirnir væri þá útfærðir þannig að malbik væri hugsað fyrir venjulega fólksbíla, en til þess að koma borgarlínuvögnum framhjá þá væri alltaf eitthvað svæði sem væri hellulagt til þess að tryggja að borgarlínuvagnar kæmist þar framhjá. Hellulögnin væri þá þannig að það væri kannski minna spennandi fyrir ökumenn að aka á þeim til þess að reyna að ná niður hraðanum. Stöðvarnar fyrir strætó og borgarlínu væru þá með aðeins öðru sér hellumynstri heldur en annars staðar í kring, en annars væru gönguþveranir almennt hellulagðar og gönguleiðir einnig, og hjólastígar væru malbikaðir. Það lagt til að auka töluvert við gróður þar sem að það hægt og að nota blágrænar ofanvatnslausnir í staðinn fyrir að beina vatni í gegnum frárennsliskerfi eins og í dag. Og lagt til einnig að snjallgangbrautin sem var sett hérna við skólann fái að halda sér á sínum stað og sambærileg væri þá sett nær gatnamótum bæjarbrautar. Þetta svona hugmyndin hvernig ljósvistaskipulagið unnið, að það verið að leggja upp úr því að lýsa upp gangstéttir og hjólastíga í staðinn fyrir að lýsa upp akbrautir, þó svo auðvitað að lýsingin á akbrautunum verði að uppfylla ákveðna kröfur sem að gerðar eru til þess. Og ef við skoðum hlutina í aðeins stærra samhengi og skoðum líka torgið sem hefur verið hannað inn á bílastæðinu við Árbæjarkirkju og Ársel, að þá lagt til að auðvitað bæði auka gróður en líka búa til svæði þar sem að skólinn og getur nýtt og frístund, en var einnig hægt að nýta undir viðburði eins og á 17. júní og þess háttar. Og þá ég til dæmis að nefna hérna svæði sem að hannað í svipuðum dúr eins og við Klambratún, þar sem eru svona svæði fyrir fólk til þess að setjast niður og svona, þetta svona stallasvæði. Öll hönnun, svo ég komi nú inn á það, öll hönnun miðar að því að reyna að lágmarka áhrifin norðanáttinni, þannig að það eru svona gróðursvæði og annað slíkt sem notað til þess að tempra vindinn eins og hægt er. Torgsvæði sem slíkt hugsað sem yfirkeyranlegt, að hérna til að mynda lagt til að verði stæði fyrir hreyfihamlaða inn á torginu og þess aftur, og auðvitað aðgengi fyrir neyðarbíla. Hérna lagt til að grendastöðin verði, hún reyndar það þarf aðeins að skoða endurskoðana í verkhönnun, hún mun væntanlega snúa upp að innkeyslunni inn á bílastæðið. Og já, annars held ég þetta sé svona talið nokkuð fyrir sig sjálft. En varðandi torgið þá lagt til sem sagt einhvers konar útfærsla í átt við þetta, þar sem að það verður svona meira niðurgrafið svæði fyrir fólk til þess að vera úti og njóta, og gæti jafnvel nýst sem einhvers konar svið eða þess háttar fyrir viðburði. Síðan náttúrulega eins og ég sagði áðan að þá hugsunin að nota gróður og reyna að nota hönnunina til þess að takmarka þann vindstrengi sem að geta þarna komið til. En varðandi listina þá hefur Kristinn komið upp með margar mismunandi, hefur verið með mjög frjóar hugmyndir á sig. Og hefur svolítið verið að miða því að nota, eða vera með list sem hægt að nota á marga mismunandi máta. Þarna má til dæmis sjá trjágrindur og bekki og skúlptúra sem hægt að nota sem leiktæki. Síðan þetta önnur hugmynd af sethnöllum sem að kallast nær og fjær og svolítið spennandi. Þá verið að tengja, það eru orð á hnöllunum sem að tengjast á sjóndeildarhringnum, tímanum og svona ýmsum pælingum. Hérna sést þetta kannski aðeins betur. Það svona verið að pæla hvað nær og hvað fjær og svona. Síðan hefur hann verið að horfa á einhvers konar svona tilvitnanir. Þeir sem, hinir fyrstu verða síðastir og hinir síðastu verða fyrstir og svona í tengslu við kirkjuna.
En svona til þess að draga þetta saman í örstuttu máli að þá þetta svæðið gulmerkta og sést nú kannski ekki voðalega vel, það svæðið sem lagt til að verði fyrst hannað í verkhönnun og verði fyrsti áfanginn af þessari borgargötu. Það þá Bæjarbraut og Rofabær frá Bæjarbraut að Skólabæ ásamt torginu sem í Borgarlandi hérna við Hraunbæ 102 og Rofabæ 23. Þetta var svolítið allt frá mér. Það kannski spurningum að hoppa, sjá hvort einhver hafi spurningar. Já, takk fyrir þetta kærlega. Nú bara opnum við fyrir spurningar og hérna ég sé Björn Gíslason búinn að rétta upp hönd og Ásta, þú búinn að rétta upp hönd. Ein spurning frá mér svona í upphafi varðandi hérna grendargámastöðuna þarna við torgið. Einhvern tíma var talað að reyna að vera með djúpgámastöð þarna. Veistu hvernig það stendur, það mál? Já, það ennþá hugsunin að þarna veri djúpgámar. Það var allavega okkar útgangspunktur. Ok, takk. Gott að vita. Björn? Já, takk fyrir þetta Guðni. Þetta lítur nú bara alveg þokkalega út og allt annað að sjá Rofabæinn svona. Mér líst vel á þessar hlykkir sem verið að taka þessar hraðahindranir. Ég held að þetta sé miklu skemmtilegra og þetta heldur hraðanum alveg niðri jafnt á við þessar svokalluðu uppbækanir og hvað kallum þetta, hraðahindranir. Og þannig að þetta bara flott. Svo reyndar held ég líka gert ráð fyrir einhverju stæðum þarna fyrir hraðhleðslustöðvar ef maður rétt, sem líka bara gott, það bara framtíðin. En ég veit að að það svona hjá okkur kannski í Hverfisráðinu og reyndar hjálpaðum við hafa menn haft smá áhyggjur, það nú reyndar þetta torgana hjá kirkjunni og ég veit að Þorkell formar þekki það nú held ég nokkuð sem sóknarnefndarmaður í kirkjunni. En það náttúrulega, það lítur ágætlega út en menn hafa áhyggjur af þessum bílastæðum og því líku og ég veit að aðkoma að Árseli hafði áhyggjur af að það væri verið að múra á dálítið þarna inni. Þeir þurfa aðkoma semst svona með flutninga. Það alls konar starfsemi þannig Árseli og það þarf að geta komið með svona tólutæki þangað. Og svo eins að Árbæjarskóla þarna við vestamegin. Og síðan þetta náttúrulega kannski svo náttúrulega mjög stórir viðburðir í kirkjunni þannig að má allavega ekki, en við ekki við því að fara að fækka þetta mikið stæðum hjá þeim. En ef ég man rétt, ég sá nú þetta einhvern daginn að þá hafði bætt við bílastæðum þarna meðfram vestur hliði lóðarinnar. Og það kannski það sem þetta svona það helsta sem allavega spyrja í byrjun, annars þetta bara ágætt og ég man þegar þið voru að byrja fyrst með þetta, ég man ekki hvað maður nokkuð mörg ár síðan, en þá spurðuð okkur hvaða gata ætti að vera svona, einhver svona borgargata, ég held að voru allir sammála það að Rofabær væri svona nokkur svona laugavegur í þessu hverfi. Það alveg stefnir í það, en þetta kannski það fyrstu svona spurningarna, það var þetta á torg og aðkoma Árseli og bílastæðin og þetta allt saman og eins aðkoman að skólanu þarna vestamegin. Já, algjörlega. Ef við byrjum kannski bara á bílastæðunum, svona byrjum á erfiðamálinu, ef maður getur orðað það þannig. Það var samtal við Ársel og Árbæjarkirkju. Hugmyndin var meira að segja til að byrja með að vera með þetta svæði sem fyrsta áfanga á sínum tíma. En eftir samtal við Ársel og Árbæjarkirkju var ákveðið að fara ekki þá leið, heldur bara að ljúka forhönnun með þeim hugmyndum sem að hönnuðirnir höfðu og uppfylltu þær kröfur sem að komu fram í hverfisskipulaginu. Og síðan var hægt að taka ákvörðun það seinna hvort að ég að breyta þessari hönnun eða eitthvað svoleiðis, en það þyrfti allavega að gefa því meiri tíma til þess að gerjast og fá frekari umræðu hvað við viljum fá, út af því að það sem að kom fram í hverfisskipulaginu og það sem að fólk vildi fá, það var erfitt að ná því fram á því svæði sem var hægt að búa til með þeirri fækkun bílastæði sem að þótti ásættanleg af þeim sem var þarna í kring.
Ársæli og Árbæjarkirkju. Það var framkvæmd sem sagt mat á bílastæða þörf og hvað væri hægt að fækka í raun og veru bílastæðunum en það þyrfti eiginlega að gera annað svoleiðis áður en að farið í verkframkvæmd á þessu svæði út af því að þessi greining var gerð í fyrra, frekar heldur en í hittifyrra þegar COVID var á fullu og það var þarna ef ég man rétt, það var bílastæðanýtingin könnuð þegar það var jarðaför en 100 manna samkomutakmarkanir eða eitthvað álíka. Þannig að það þyrfti að framkvæma þá nýja bílastæðagreiningu áður en að einhver ákvörðun tekin. En þessi hönnun miðaði vissulega út frá þeirri greiningu enda var það eina greiningin sem hægt var að styðjast við. Þetta þá meiri svona í gerjun í rauninni í augnablikinu. Ég myndi halda þetta þyrfti miklu meiri umræðu. Við ákváðum að bíða með þetta sem fyrsta áfanga út af því hvernig umræðan var. En það var eins og ég segi, það var bent á í þessari greiningu að bílastæðin þetta bílaplan nota meðal annars af bílum sem lagt til langs tíma og einnig af ökutækjum sem eru ekki ætluð fyrir fólksbílastæði en eru með bílastæði annars staðar eins og við Hraunbæ. Og þar væri tækifæri til þess að fría upp einhver stæði. En þetta bara, ég held að þetta sé umræða sem að þarf að eiga sér stað hvað fólk vill ná út úr þessu svæði út af því að við erum bara með ákveðin fjölda fermetrum og þóttu við viljum fá allt þá er erfitt að ná öllu. Það er bara því miður svolítið þannig. Þetta er bara gott mál, þá vitum við það, þetta er í vinnslu. Þetta er allt í vinnslu. Einmitt og mjög gott að bara fá góða útskýringu á þessu. Ásta, gjörðu svo vel. Bjarni, takk fyrir góða kynningu. Þetta var frekar skýrt. Eitt sem ég samt kannski bara náði ekki að skila ekki í lýsingunni þegar þú talar upphækkuð gata. Hvað er það? Já, upphækkuð gata, upphækkuð gata er oftast hellulagt svæði en það þá er gatan hækkuð upp í sömu hæð og er svæði í kring. Þannig að það var ekki kantsteinar eða neitt svoleiðis. Já, það fara mörkin á milli gangstéttar og kant svona í rauninni. Já, það er svona samflót, ok. Já, með 4 atriði sem ég segja strax. Það var hann á fyrstu og annarri myndinni hjá þér. Það var svona gul svona mynd af svæðinu og það var svona auka bútur annars staðar sem að ég náði ekki alveg að sjá hvaða svæði var. Ég var bara að finna forvitin að sjá nema þetta hafi verið innskotsmynd. Ég sá það ekki alveg nógu vel. Bara mjög framalega í kynningunni hjá þér. Ég er forvitin að vita hvað það var. Já, maður sjá það. Ef ég reyna að hoppa hérna aftur. Já, þetta var mjög framalega bara í kynningunni. Þessi. Þessi? Já, fyrsta myndin bara. Já, hvað er þetta vinstra megin á myndinni? Þetta er leikskólinn Árborg, jú, heitir hann Árborg, já, stendur hana. Já, ég sé það núna. Ok, og hann er þá inn á þessari mynd vegna? Það er út af því að þetta er reitur 79 í hverfisskipulaginu. Þetta er allt tekið saman sem einn reitur. Ok. Samfélagsþjónusta, það er þá Ársæl Árbæjarskóli, Rofaborg heitir þessi og Árborg hérna. Ok, er einhver áform að þetta gera eitthvað á þessum lóðum eða ég bara forvitin? Það er ekki, ég vinn mestmegnis utan lóðamarka. Þekki ekki alveg hvernig staðan er inn á lóðamarka. Ok, ekkert mál. Hitt er, þriðja hérna hjá mér, verði eitthvað af gangstéttunum heldurðu upphitað í þessari nýju útfærslu? Það hefur ekki verið rætt neitt sérstaklega en mér finnst það mjög líklegt, já, sérstaklega með fram Rófabænum. Já, ég meina þar, já, ok. Og síðasta, það var eiginlega praktískt mál varðandi útfærsluna á torginu þetta kirkjumegin. Þetta er rosalega flott hugmynd að gera svona gryfju og þetta sviða hugmyndin og svoleiðis. En nú var farið í smá framkvæmdir og breytingar á Árbæjartorgi sem er fyrir framan Ársæl. Þar sem er svona vísir af einhvers konar sviði og það er svona aðeins búið að vera að reyna að tengja það saman við Ársæli, tengja brúna milli kirkjunar. Og ég velti fyrir mig hvort að það sé raunverulega þá
ég veit ekki hvað ég segja, praktískt skynsamlegt eða nauðsynlegt að vera með annað slíkt bara hinum megin við í rauninni, ég segi innkeyrslu, torgið inn í torginu, svona, nú er ég bara aðeins að hugsa upp á þetta og hvort að það hafi verið tekið eitthvað til greina, hvernig torgið nú þegar í notkun. Já, sko, torgið, já, jú, það var auðvitað tekið til greina. Torgið sem hún vísar til innan lóðar Ársels og það eins leiðilegt að vera að segja svona, ég er með smá svona váfáins beta, svona slást sömu kökuna. Já, einmitt og þetta líka einmitt, þetta náttúrulega bara spurning, sko, skóla- og frístundasvið ræður svolítið hvað gerist inn á torginu við Ársel á meðan við stjórnum borgarlandinu og bílastæðum og þess háttar. Og þetta var það sem kom fram í hverfisskipulaginu að var óskað eftir að væri gert torg þar sem væri hægt að halda viðburð og þess háttar. Þessi umræða kom fram í samtali við Ársel og kirkjuna á sínum tíma og þetta er eitt af þeim hlutum aftur sem að ég held að þurfi bara að fá frekari umræðu og þarf að fara að taka á breiðari grundvelli heldur en bara öskið í raun og veru. Já. Takk fyrir það, já, ég bara bæti kannski nýja dag því að út af hverfisskipulaginu, sko, að það var náttúrulega alveg ljóst og kom strax fram í hverfisskipulaginu mikill vilji íbúa til þess að þetta svæði yrði svona meiri samfella, torgið sem núna á milli kirkjunar, Ársels og skólans og einhvern veginn klippt frá svona megin ásnum í hverfinu sem á að vera bæjarbrautin upp að í rauninni framhjá Skalla og svo framvegis. Þannig að það var svona alltaf gengið út á því í hverfisskipulaginu að þarna yrði einhvern veginn svona meiri samfell og þannig að mér svona kemur ekki óvart að það sé eitthvað að reyna að gera það þarna. Elvar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það og takk fyrir flotta kynningu. Ég bara er spenntur eftir að fá að sjá Róðabæinn í þessari mynd. En mér langar að koma með hérna smá spurningar svona varðandi öryggisatriðin á þessari leið. Að það verði þá örugglega passað upp á sebrabrautir og annað á þeim stöðum það sem er núna og náttúrulega við skólan á þetta. Og þú minntist á að Snjall hérna gangbrautin að hún myndi halda sér. Að ég hef nú ekki séð hana einhvern veginn, ég aldrei skilið hvernig þessi Snjallbraut virkar en það er kannski annað mál en nú sá maður í fréttum daginn hérna vestur í bæ, þar var verið að notast við upplýsta gangbraut sem lýsist upp þegar börnin eða gangandi vegfarendur nálgast brautina. Hvort að það gæti verið sniðugt eins og við Árbæjarskólann þar sem flest börn labba í hverfinu. Þegar þú nú talar að nota ekki kannski götulýsinguna, heldur lýsinguna þetta í kringum gegnum stígana annað. Að hvort að þetta væri eitthvað hentuglaust í kringum skólana? Já, þetta er góð spurning. Auðvitað myndum við til þess að svara auðvitað spurningunni fyrst núna, þá munum við auðvitað alltaf halda til haga gangbrautum, merktum gangbrautum og þær verða áfram þar sem að þær hafa verið eða er í dag, myndi ég allan að halda og ef eitthvað þá myndi þeim bara fjölga. Það eru leiðbeiningar sem að Reykjavíkurborg og Vegagerðin gefur út þær aðstæður sem að þurfa að vera til þess að gönguþveranir séu merktar sem gangbrautir og það er til þess að fólk virði frekar gangbrautir þegar keyrir að gangbraut. Ef það eru gangbrautir út allt þá er fólk ólíklegra til þess að virða þær. En hvað varðar Snjallgangbrautina að þá er þetta tilraunaverkefni sem var í gangi. Þar á meðal var þessi sem þú vísa til í Vesturbænum. Þar var upphækkuð gangbraut tekin, sem sagt það var hraðahindrun í raun og veru sem var tekin og það var sett þessi í staðinn. Og það er verið að meta áhrifin, hvort að þetta sé eitthvað sem við viljum sjá í framtíðinni eða hvort að þetta sé að skila þeim árangri sem við viljum sjá. Og það verður eiginlega bara tíminn svolítið að leiða í ljós hvort þetta sé eitthvað sem við sjáum fyrir okkur á fleiri stöðum eða hvort þetta skili sér ekki í tilætluðum árangri.
Ok. Ein spurning viðbætt, mér fannst ég sjá á kynningunni eins og hjól yrðu aðskilin frá gangandi vegfarendum meðfram Rófabæ, er það rétt? Eða? Já, það er kannski eitthvað sem ég hefði mátt vera miklu skýrar á, það er alveg rétt hjá þér. Hugmyndin er að það verði einstefnu hjólastígar sikkurum megin við götuna, það verði sem sagt gangstétt, hjólastígur, einhvers konar gróður, síðan gatan sjálf, síðan hjólastígur í hináttina og síðan gangstétt. Ok, það hljómar rosa vel. Þá þakka ég bara fyrir mig. Sömuleiðis. Ok, ég sé ekki að fleiri hafi lagt fram spurningar. Ég býst nú við að eins og hefur komið fram að þetta er forhönnun og það er nú komið fram hérna að þetta lítur mjög vel út og hérna gæti orðið mikil upplyfting fyrir hverfið, svona útlitslega séð og Ásta, þú beðið aftur orðið eða? Já, ég get ekki hægt. Nei, ég hjó bara eftir, ég ætla að hjó eftir, þú sagði, ég greið fram með fyrir að segja að það væri leiðilegt að segja frá einhverju, en mig grunar, var samtalið milli skóla frístundasviðs við þessa borgarvinnu, var hún ekki árangursrík? Eða var það sem þú ætlaðir að vísa til? Nei, ég myndi alveg árangursrík, sko. Já, ég var alltaf þessu tengingu við torgin, sikkvort torgin. Já, nei, vandamálið er í raun og veru kannski frekar það að umhverfis- og skipulagssvið, eða allavega það sem mitt starfssvið er ekki innan lóða og ég á erfitt með að ráðstafa fjármagni inn á lóðir í verkefni sem á ekki að vera hluti af lóðum. Ég með ákveðið svæði til þess að vinna með og ákveðið fjármagn í það, en ég hef ekki fjármagn til þess að fara inn á þá skólalóðir eða þess aftur. Það er meira það sem ég var að vísa. En nei, til þess að taka allan af því að samstarfið við Ársel og Árbæjarkirkju var mjög gagnlegt og gagnsætt, myndi ég telja, og hérna skila sér í ákveðinni niðurstöðu sem að þarf bara að fá betri umræðu. Ok, takk. Það er náttúrulega eins og þú komst inn á, það er erfitt að það er ekki bæði sleppt á haldið. Þetta eru takmarkaðir fermetrar og við viljum vissulega að ásýndin á hverfinu sé góð en svo er að horfa til þess auðvitað að það er ákveðnir viðburðir eins og í kirkjunni sem að krefjast bílastæða og góðs aðgengis. Þannig að ég er nú full að trúa því að menn muni halda áfram að skoða þetta og leiða bara til farsælla lykta, bæði íbúum og öðrum til heilla, en ef það eru ekki fleiri spurningar þá langar mér bara að þakka þér Bjarni kærlega fyrir komuna hérna á þennan fund og þessa áhugaverðu kynningu og bara mjög góða kynningu og gaman að sjá svona að þetta er að raungerast þetta mál og nú þurfum við bara svona að slípa vankantana. Frábært, takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Nú þetta var bara áhugaverðasta mál. Næsta mál hér á dagskrá er, var einhver spurning hérna má ég sjá, var ekki, við erum að hoppa hérna á milli. Já, ein spurning kjörfræði umferðs og götu varðandi borgarlínuna. Já. Ég held að hann svaraði þessu að borgarlínan er á bílagötunni en hefur möguleika til þess að komast fram hjá eins og hann lýsti að það eru stéttar sums staðar í beygjum sem eru fara út fyrir þannig að borgarlínan á möguleika að komast áfram götuna þegar hún kemur og ég mitt bara vekja athygli á því og fannst maður ástæða til þess að vekja athygli á því inn á síðu íbúaráðsins að nú hefur orðið svo breyting að menn eru farnir bara að tala opinskátt um borgarlínu í Árbæ og við viljum bara óska okkur í íbúaráði til hamingju með það. Það er bara mjög ánægilegt. Þetta er eitthvað sem við höfum aldeilis skrifað í nokkuð bréf og ég held að sé bara mjög gott að þetta sé svona komið núna, eins og maður segir, fólk sé að fara að tala almennt um þetta og sem bara orðin hluti, að þetta er það gríðarlegir hagsmunir fyrir hverfið að hafa þessa tengingu inn í framtíðina.
Næsta mál fjallar eiginlega framhald af máli við fengum hérna kynningu daginn á tillögum í betra hverfi, sem sagt kosningunum betra hverfi og þar var, hvað segirðu? Fyrirgefðu? Í hverfi mitt? Já, hverfi mitt, betri hverfi, ég bara greinilega ekki alveg í sambandi. Hverfi mitt, takk fyrir, hverfi mitt, ekki betri hverfi, þetta gamalt orð. Hverfi mitt. Og þar var verið að velta fyrir sér einum hlut og það var staðsetning á Ærslabelgi. Tillagan og hugmyndin sem var kosin hét sem sagt Ærslabelgur í Árbæ og ég svona, við ræddum það eins fram og tilbaka, við töldum nokkuð ljóst að höfundur hugmyndarinnar hefði verið að tala þarna að belgurinn yrði í Árbænum sem sagt þeim hluta hverfisins sem við í hverfinu myndum kalla Árbæ, þar að segja ekki Ártúnsholti eða Norðlingaholti, það var önnur hugmynd síðan það var önnur hugmynd sem var samþykkt sambærilegan belg í Norðlingaholti sem ekki hér til umræðu og ég kom hérna með tillögu, við ræddum hérna einn stað sem var við vestan við Ystabæ sem eiginlega þá úti við Höfðabakka, næst undirgöngunum undir á milli Ártúnsholts og Árbæjar og þetta var annað svæðana sem kom til greina, hitt svæðið var í rauninni fyrir neðan Ártúnsholtið og ég með svona tillögu að afgreiðslu þarna í samræmi við þetta, við erum búin ég átti fund með umhverfis- og skipulagssviðið þetta mál, bara að skoða hvað væri hægt að gera og ég með svona tillögu tillögu sem við myndum senda þá til þeirra sem snýst það að íbúaráð hefur skoðað staðsetningu á Ærslabelgi í Árbæ sem valin var af íbúum í síðastliðnum kosningum hverfi mitt og kynnt var ráðinu á síðasta fundi þess. Tillaga ráðsins sú að Ærslabelgurinn verði staðsettur ofarlega á svæðinu vestan við Ystabæ næst undirgöngum og sem fjærst íbúðarbyggð. Við teljum þetta að vera í samræmi með upprunalegu hugmyndina en staðsetningu þarna mun engu að síður nýtast íbúðum bæði í Árbæ og Ártúnsholti sem mikill kostur. Loks má nefna að í tillögum stýrihóps Elliðaárdal voru settar fram hugmyndir að svæði þetta verði markað sem útivistarsvæði í framtíðinni og teljum við því að Ærslabelgur gæti áttu vel heima þarna. Eru einhver andmæli við að við sendum þessu umsögn? Þorgeir, ég ætla bara, má ég spyrja hérna eitt var þessi tillögu flytjandi hérna, við ræddum það, við héldum að þetta væri í Ártúnsholtinu sem hann væri að benda á þetta. En þið eru að kanna það eitthvað? Já, mér skilst að þau að kanna það, en við skulum bara, það er sjálfsagt mál að kanna það aftur. Bara tillögu flytjandi verður ekki... Já. Ætluðum að gera þetta? Já, mér skildist á þeim hjá Uskinu að það hefur verið gert, en við getum kannski bara... Þorkell, mér rámar einmitt í að það hafi verið kannað vegna þess að út kom að Ærslabelgur sem þessi hentaði ekki innan svæðana inn í til dæmis kverkunum í Hraunbæjarblokkunum í görðunum þar. Já, í Rófabænum, já. Þannig að klárlega staðfestum þetta en mér rámar í þetta í tengslum við það að þeir hafi fengið vísbendingu að þetta hafi verið Árbær, sem sagt Árbæjarmegin en hafi ekki fundið heppilegan stað og þess vegna endaðan niður í Ártúni. En algjörlega augljóst að það var staðfesta þetta. Það var svoleiðis, já. Það var einmitt þannig og þegar það var farið að skoða staðsetningar meðfram Rófabænum á svæðunum þar, þá voru þau undantekningarlaust það mjó að Ærslabelgurinn var komin alveg ofan í blokkina þar. Það var ekki talið heppilegt og féll ekki innan þeirra viðmiða sem umhverfis- og skipulagssvið hefur haft við þessa Ærslabelgi. Það er fjarlægðir og annað slíkt. Þá væri kannski ráð að bæta bara við bréfi sem við myndum þá að láta frá okkur að framangengdu, ég segi, samtali við hugmyndahöfund eða eitthvað svoleiðis. Okay, ég veit að það er mjög mikið og gott samstarf við hugmyndahöfunda.
Já, akkurat. Við urðum alveg vör við það, sko. Það var alveg greining, það hefur lagast til muna. Og þess vegna er ég alveg sannfærð að það er búið að taka þetta samtal, þess vegna held ég að þeir séu svo sannfærðir að þessi nýja tillaga eða þessi hugmynd sem við erum að leggja til, hún rímar við þá hugmynd sem höfundur hafi. En endilega staðfest það. Ok. Ég held að það sé bara ágætt, Þorkell, við höfum það bara svo leiðis. Við skulum bara hafa þetta svona tæru dálítið, en þetta viljast ekki illa á það stað. Að gera, svo við rættum bara síðasta fundi að það er bara mikilvægt að því að tillögu höfundar auðvitað koma með hugmynd að einhverju sem þeir hafa að hugsa sér og svo þarf að einhvern veginn að útfæra það inn í borgarlandið. Og þegar við erum að ræða ærslabelgi þá eru ákveðin viðmið og það þarf náttúrulega að vera nóg svæði í kring. Og það sem er kannski gott við þetta svæði er að þetta er þá við undirgöngin að nálægt þeim, þannig að það er orðið mjög stutt líka fyrir íbúa í Ártúnsholtinu að fara þarna undirgöng, þannig að örugt, þannig að þetta hefur svona ýmsa kosti. Ég laga þetta bara eftir þessum ábendingum ykkar og við sendum þetta til hérna umhverfis- og skipulagssviðs. Þá Viltu bóka þetta í fundargerðina eða? Já, við getum líka bara sagt að ég get lagað þetta líka bara núna og við getum bara tekið þetta í lok fundar og bóka þetta þá. Ég skal bara laga þetta núna í næsta lið og senda það síðan á þig. Þannig að við getum þá að bæta hana við með hugmyndahöfund. Þá getum við bara sett þetta inn núna til þess að vera ekki að þá er það næsta mál á dagskrá og þar erum við að tala mál sem ánum vel við í dag því að það er vetrarþjónusta í hverfinu og það er náttúrulega klassískt atriði þegar að allt er orðið á kafi snjó eins og núna. Það er vetrarþjónustan og hvernig er staðið að mokstri. Ég var nú eiginlega búinn að ræða, vorum við ekki að tala um það að þú myndir taka þetta? Af því að það þarf eiginlega að fara á vefsíðuna. Það er búið að segja mér að fjalla um þennan lið. Já. Það er nefnilega einmitt þarna vefsíða sem er mjög gott að kynna sér bara í sambandi við hvernig vetrarþjónustan er og hvernig forgangsröðin. Þetta er þótti fastu liður. Ég veit að hins vegar að það hafa komið kvartanir í dag frá íbúum. Það hefur gengið, það er náttúrulega gríðarlegt fannfergi búið að vera núna síðan sólarhringinn og ég skilst að það séu rúmlega 30 tæki sem eru búin að vera frá því 4 í nótt að moka en hafa ekki haft undan. Þannig að ég veit að það eru margar húsagötur í efri byggðum og þar á meðal í Norðlingaholti og Selás og bara í Árbænum sem eru ekki sérstaklega vel færar þessa stundina. En það lagast nú vonandi. En gjör svo vel. Já. Ég skal bara fara aðeins yfir þetta svona almennt eins og ég mögulega get, en svo er þetta auðvitað þannig að mér langar að vekja athygli ykkar á þessari slóð reykjavík.is /snjóhreinsun / hálkuvarnir og ekki strik, þetta eru strikarnar sikur megin og ofið. Þannig að almenna reglan er þessi að stofnbrautir, strætóleiðir og fjölfarnar safngötur njóta forgangs en miðað er við að stofnbrautir og strætóleiðir séu færar fyrir klukkan 7 að morgni og hreinsun annarar megin umferðargatna sé lokið fyrir klukkan 8. Þetta er þannig að ég get sýnt ykkur hérna aðeins að á korta á borgarvefsjánni þá er hægt að sjá hvaða götur þetta eru sem að teljast vera stofnstígar sem eru rauða sem eru í umsjón Vegagerðarinnar, rauða punktalínan og bláu eru aðrar megin hvað kallaði þeir þetta? Önnur megin umferð og þetta eru göturnar sem að miðað er við að sé lokið að rifja fyrir klukkan 8 á morgnana. Já, önnur megin umferðargatnar, það eru þessar bláu.
Stofnstígar svo sem göngu- og hjólastígar milli borgarhluta fá forgang í hreinsun og síðan helstu gönguleiðir að strætóbiðstöðum og skólum sem eiga að vera greiðfærar fyrir klukkan 8 á virkum dögum. Þannig að sem sagt, það stígakortið er annað kort í borgarvefsjóni sem að lítur svona út og þið sjáið hérna vinstra megin sem sagt snjóhreinsun stíga forgangur, þá er það sem sagt þessi lilla bláa hana efst er lokið fyrir 7:30. Það eru þessi fjólubláu púntalínan, það er hreinsað fyrst, svo kemur rauða línan, hún á að vera lokið fyrir klukkan 8 og klukkan fyrir hádegi er snjóhreinsun lokið á bláu línunum. Þannig að þetta er sem sagt svona almenna reglan og þetta fær sem sagt forgang sem sagt þessi stofnstígarnir og göngu- og hjólastígar, þetta fær forgang í hreinsun og síðan helstu gönguleiðir að strætóstöðum og skólum og þá vera búið fyrir klukkan 8. Aðrir almennir stígar eiga að klárast fyrir hádegi. Síðan 36 tímum eða daginn eftir að snjór hættir að falla er hægt að ljúka hreinsun stíga. Snjóhreinsun á strætóbiðstöðum auk þess að salt- og sandaðkomuleiðir er unnið eftir þörfum. Þá eru gönguleiðir og bílastæði, leikskóla, grunnskóla, sundlaugar og nokkrar stofnanir hjá velferðarsviði hreinsaðar. Hvenær kemur að mér? Þetta er auðvitað það sem fólk hefur svolítið áhuga á núna sérstaklega þegar að það snjóar svona mikið, að þá er það sem sagt gatan. Sem sagt gatan mín er auðvitað það sem fólk hefur áhuga á, en það sem ég var að segja sem sagt núna áðan, það hefur forgang. Þegar því er lokið og svigrúm gefst til og það er sem sagt, en að meðan það snjóar þá er sem sagt fókusinn er á þá stofnbrautirnar og þetta kerfi sem sagt forganginn. En leið og tækifæri gefst til og þá er farið inn í gatnarhreinsunina og sem sagt íbúagötur eru hreinsaðar ef þær eru þungfærar einkabílum, mikil hálka eða snjódýpt er meira en 15 cm. Út af þessu reglu hefur þó verið brugðið og það er auðvitað reynt að snjóhreinsa götur og greiða leið borgarbúa eins og frekast er unnt. Snjóhreinsun takmarkast við að götur séu akfærar og líklegt er að við innkeyrslu myndist snjóruðningar sem borgin hreinsar ekki. Það er á ábyrgð þá hvers lóðar hafa að hreinsa frá sinni lóð og sinni innkeyrslu. Þannig að þetta eru sem sagt þessar almennu reglur og svo er hægt að skoða þessi kort og svo er fylgiskjal sem er svona þjónustuhandbók frá Auskinu. Hún er þarna inni líka og fylgir í fundargerðinni, hún mun fylgja með. Þannig að það er hægt að kynna sér þetta ennþá frekar. Já, takk fyrir þetta. Ég kannski bendi á að það er sem sagt einföld slóð á þetta. Það er bara reykjavík.is/snjór. Þá farið inn á þessa snjór, ok. reykjavík.is/snjór. Já, takk fyrir þetta. Það er mikið átt að geta kynnt sér þetta. Ég er svo sem man nú alveg eftir því svo sem þegar það er snjóþungt hérna þá er oft svolítið bið á því að íbúðagötur séu mokaðar. En einhver bað orðið, var það ekki rétt hjá mér? Hrönn, varst þú að biðja orðið áðan? Ásta Hæ, já. Nei, mér langaði bara að koma. Heyriði mér? Já, heyrum þér. Já, mér langaði bara að koma að það var umtalað í minni götu í morgun hvað væri, mokstur væri til fyrirmyndar. Og að það hefði fleiri heyrt það í hverfinu í Norðlingaholti, þannig að ég veit að það hefur bara kvartanir í dag, en mér langaði bara svona koma því að tala það sem vel er gert. Frábær, gaman að heyra þetta. Þetta er nefnilega ekkert einfalt mála að moka alla götur í Reykjavík á með tíma. En Ásta, gerðu svo vel? Já, ég er náttúrulega bara með almenna svona pælingu því að þegar ég fer á reykjavík.is síðuna, það sem er reyndar búið að komið inn snjóhreinsun og hálkuvarnir þannig, og íti á skoða í borgarvefsi og forgangsröðun gatna, þá fæ ég ekki litlu myndina með tímunum. Ég var að kíkja þetta fyrir fundin í dag. Eru kubbar svona? Sérðu þá?
Þarna vinstra megin einhverjir svona... Fyrir neðan stækkunarglerið eru svona 3 svona kubbar. Já, og Og eitthvað á neðsti þeim... kubbur, og smellir á hann, þá kemur svona, sprettur út svona felliklukki. Já, þá stendur bara þjónustuflokkur 1, 2 og 3 sem náttúrulega segir mér ekki neitt. Þannig að ég var að spá í þessi tíma sem ég sá hjá þér núna áðan, þegar þú opnaðir eitthvað. Hvað er þessi? Fyrir klukkan 8. Það varst með eitthvað svona, eins og gluggi þar sem að var svona eins og tíminn fyrir klukkan 8, fyrir 12 eða eitthvað. Það er í snjóhreinsun stíga. Það er aðeins ítarlegra heldur en hitt. Af því að þetta, já ok, af því að þessi þjónustuflokkur 1, 2, 3, hann segir náttúrulega okkur almennum borgurum ekki neitt. Og við vitum ekki hvað það þýðir eitthvað svoleiðis. Já, það er auðvitað inn í sko þjónustubókinni. Já, þetta er ekki svona mjög notendavænt samt, bara svo ég hef nú fengið að segja eitthvað leðilegt. En svo er annað að það var vissulega talaði í dag mitt niður í Árbænum þá að það væri svona þungt og eitthvað, þú veist, ég meina við verðum nú stundum líka bara að taka til greina, það er bara kannski stundum alveg ofsalega mikill snjór og við verðum kannski stundum að hafa aðeins svona hærri þröskulda á kvartinu. En þessi takki líka sem hann segir, hvernig kemur að mér, hann, bara svo að við vorum að reyna, ætlum að reyna að svara þá fólk ykkur kannski eftir þannan hitting núna, hvar fólk getur kynnt sér þannig, hann segir líka mjög lítið. Það kemur að þér bara ef það er meira en 15 cm snjór. Ég veist hann ekki mjög svona gefandi, ég er ekki mjög gefandi upplýsingar. Gildi það ekki það, hérna, hvernig kemur að mér? Það er í rauninni ekki hægt að svara því svona bara skipulega með neinum, sko, af því að snjór er auðvitað svolítið svona ófyrirsjáanlegt fyrirbæri. Og þetta er lifandi efni. Já, þetta er aðeins snúið, þess vegna er erfitt að lofa og tímasetja. En reglan er bara svo að þegar það er búið að taka þessar forgangsgötur og stíga, þá er farið í íbúðagöturnar og þær eru hreinsaðar eftir fremsta megni. Og auðvitað er það kannski ekkert mjög ítarlegt og gagnlegt svar, en þetta er samt svona. Einmitt, og ég held nú að við sem búum hérna í ytri byggðum Reykjavíkur erum nú ýmsu vön í snjóum og þetta hefur nú kannski alltaf verið þannig, maður lærið það þegar maður var ungur að fyrst væru megin stofnbrautir og strætóleiðirnar væru hreinsaðar fyrst og svo kæmi svona smá saman að íbúðagötunum, þannig að þetta er svo sem held ég komi nú fáum óvart en ágætt að sjá að þetta er náttúrulega unnið eftir plani og ég held að það sé nú mikilvægast að það er ekki verið að menn eru að gera sitt besta og það er ekki verið að sleppa neinum af einhverju mannvonsku, heldur einfallega bara vegna þess að það er mikið að gera. En ég vil samt benda á það að íbúar, það getur alltaf gerst að það gleymist gata eitthvað slíkt, auðvitað, það er bara mannleg mistök og það getur alltaf gerst og þá er einmitt að gera fyrir íbúa að nýta sér ábendingavef Reykjavíkur og koma með ábendingar. Og mín reynsla á ábendingavefnum er svo að það er nú yfirleitt alltaf brugðist við ábendingum sem koma þar, en þannig að ég held að það sé mikið átt að hafa það í huga því að það getur alltaf verið að einhver svæði bara gleymist í gauraganginum. Fleiri sem vilja tjá sig undir málefninu snjór? Nei, greinilega ekki. En þetta er klassískt og nú er bara að draga fram skíðun og reyna að hafa gaman að þessu og ekki það að ég ætla að gera það, ég er afleitur skíðamaður, það kemur þetta málefnum ekki við en það er svona eitt mál eftir hérna sem við ætlum þá að rjúka í og það er mikið sem þá leggja hérna fram bréf umhverfis og skipulagssviðs vegna tillögu að breytingu já, fyrirgefðu. Fyrir ekki, má ég skjóti neittni varandi moksturinn? Já, bara stutt, já. Við stræt og skýlin að ég veit að, eins og hann sagði að það verður ekki hreinsa burtu ruðninga sem myndast við íbúðagötur en ruðninga sem myndast við strætó skýlin og að notendur strætó þurfa að klofa snjóskafla til þess að komast inn í strætó er eitthvað sem ég finnst að mætti aðeins endurskoða þegar verið að ryðja göngustígana. Það var nú ekki annað en það. Og ábending. Já. Takk fyrir það var. Við ætlum þá að ljúka þessu máli og við ætlum að fara í
það átti að leggja hérna fram breyting á deiliskipulagi vegna Arnarnesvegar sem að fer, ef ég man rétt örlítið inn í Elliðaárdalinn efst upp við Breiðholtsbraut þar sem hann kemur niður úr Kópavogi. Sigurlaug, getur þú deilt myndinni af þessu? Held að sé... Má sjá. Eða kannski get ég bara deilt þessu. Ég skal bara reyna að deila. Nei, ég býtu nú við. Hvað viltu fá upp, segirðu? Nei, það er eiginlega bara verið að deila vefsíðunni sem í bréfinu. Þannig að ég bara að skoða þetta. Má sjá. Það er sem sagt hérna... Ég á einhverjum vandræðum hérna með neti. Ég næ ekki inn á þessa síðu. Það er sem sagt í bréfinu, ef þú ferð inn á bréfið í fundargögnunum, þá er þar inn á... Þar er vefsíða, slóð í vefsíðu. Ég hef ekki heldur komist inn á hana, Þorkell. Nei, ok, það er sem sagt einhver... Ég ætla að kíkja á þetta fyrir fundinn og komst ekki inn á hana. Já. Þú virkaði ekki heldur, ég held að þetta væri tölva mín, en þetta er greinilega ekki tölva mín. Það er eitthvað að þessu slóð sem er gefin upp á því bréfinu. Já, hún er sko í hérna, það er líka... Sjáðu bréfið. Já. Já. Þá kemur þessi hérna, er það ekki? Nei. Já, við hefum ekki náð að opna. Það er þessi slóð sem hefur ekki gengið á. Það er líka sagt frá því að það er hægt að fara og skipulagi kynningu. Já, ég held að það sé eiginlega bara það sem við erum að gera. Ef við skoðum bara tillöguna sjálfa, ég lesa hana bara, þá er eitthvað voðalega, það er bara, það er allt fínt frosið eftir að ég reyndi að fara inn á þessi síðu hérna. Já, hún er eitthvað greinilega frosin sko, en það sem hún er eitthvað, Þorkell, hún er eitthvað. Það er eitthvað slóð, því að leið og ég reyndi að fara inn á hana þá fraus hérna netvafrinn hjá mér og hefur hann ekki lifnað við aftur. En við erum sem sagt tala bara þarna og ég hvet bara íbúa til þess að það er náttúrulega bara þannig ég fari bara rétt einu sinni yfir þetta. Það er þannig að íbúaráðin fá aðalskipulagsbreytingar til umsagnar en deiliskipulagsbreytingar fáum við eingöngu til kynningar hér á þessum fundi. Það þýðir einfaldlega það að það hafa samkvæmt bara skipulagslögum allir íbúar að sjálfsögðu rétt til þess að koma með athugasemdir við deiliskipulagstillögur og þar á meðal við. Og það sem við erum þá kannski að gera er að bara vekja athygli íbúa á þessu, já þarna er þetta sýnist mér. Og þetta snýst sem sagt Arnarnesveg, að skipulagsmörk og deiliskipulags Elliðaár sem hnika til þarna út af Arnarnesveginum. Þetta er þarna efst í Víðidalnum. Og þarna er náttúrulega stendur til líka endurnýja þessa brú. Göngubrúna þarna sem er oft komið hér til umræðu. Sjáum þetta? Já, við sjáum þetta. Já. Og tillagan, ef þú skoðar þess að núverandi, þá er verið að hnika til deiliskipulagssvæðinu. Það er sem sagt veghelgunarsvæði. Þú ferð á neðri myndina, Sigurlaug, held að sé hún. Já, þarna sjáu þið að það er klift þarna smá útur úr einhverju metrar þarna kliftir veghelgunarsvæðið og það er raunin til þess að koma þessum gatnamótum fyrir sem koma þarna það sem Arnarnesvegurinn kemur niður. Þannig að það er raunin breytingi sem við verðum að kynna hérna. Þarna fyrir sunnan Hrossamýri. Það var búið að taka þarna smá svona sneið þarna úr skipulagssvæðinu Elliðaárdal. Ég veit ekki eiginlega hvað meira er hægt að segja um þetta. Þetta er sést nokkuð greinilega þarna á myndinni. Það sem er almennt séð, en ég vek athygli á því að samkvæmt því sem þarna er virðist hvort sem er vera 30 metra veghelgunarsvæði þarna að ræða sem er verið að fara þarna inn á, sem hefur verið fyrir vegna Breiðholtsbrautarinnar þar sem hún liggur þarna í gegnum Víðidal, eða þvert yfir Víðidal. En hvet ykkur bara og þeir sem að kunna vera að horfa á að kíkja á þetta. Þetta er þá bara auglýst deiliskipulagsbreyting sem að allir hafa
rétt til þess að gera athugasemdir við innan ákveðins frests og vekjum við athygli á því hér með. Og lítið meira það að segja hér á þessum stað. Þá eru þessir liðir, nú ég búin að, sem ég sagði þá fraus forriti hjá mér eftir að reynda að komast inn á þennan lið, en er ekki bara málefni hverfisins eftir, það er ekki síðasta málið sem er á dagskrá, mér minnir það, en ég ekki fara með rangt mál, en einhver með dagskrána fyrir fram þessu. Jú. Ok, þá opnum við bara fyrir það. Ég er hérna inn á YouTube. Já. Hérna tók Jón Andri Helgason undir þetta sem Hrönn var að segja, hérna var að setja inn hann segir sammála í Hraunbænum og finnst þetta tekist nokkuð vel í dag að hreinsa snjó og seinnipartinn í dag sá ég 6 tæki í vinnslu hérna út úr gluggann í skátamiðstöðinni. Hann er þarna að taka undir orð þín held ég Hrönn, heyrist mér. Það er greinilegt að hér eru tæki á fullu við mokstur í hverfinu og gott að vita til þess. Einhverjir sem vilja koma öðrum álam, nú klukkan, 10 gengin í 7. Eva. Það er að senda bókunina, Þorkell. Já, ég ætla að gera það núna, ég var einmitt að klára hana. Eva, þú talar á meðan. Já, ég var að lesa hana á Facebook adressen frá móður sem er að senda, hún heiti Jónína Guðný Magnúsdóttir, hún er að senda í Árbæjarinn og hún er að senda mynd, ég veit ekki hvað ég get delt myndina. Já, með brúna. Já, með brúna. Og hún segir er ég svo eina sem fær lán við hjarta þegar lappar yfir brúna fyrir ofan sundlaugina með börn. Þessi handrið geta ekki staðið öryggiskröfur, síðan hún segir, eitthvað svarar. Ég tjáði mig einmitt þetta hér, hún þessi sem tjáði sig, hún heiti Ásta. Mér finnst þetta ekki í lagi, sendi fyrir spurt til Reykjavíkurborgar og þetta er víst ekki á dagskrá strax. Hvað segir þið það? Já, ég sá þennan post rétt á hann og tek bara undir þetta. Það er hérna sem sagt, það er að tala handrið á gamlu vatnsveitubrúnni neðan Fák. Það sem hún er að benda á og það er að mynda af barni sem er þarna við og eins og þið munið þá eru grindverkið á þessari brú mjög svona gisið. Það hugsa fyrir bíla en það er hárrétt að það er mjög auðvelt fyrir börn að skríða þarna á milli rimlana í girðingunni og út og maður skildi nú ætla að vera mjög lítið mál að festa net eða einhvers konar þéttriðnar efni þarna innan á eða utan á þetta. En það er spurning hérna, eitt sem ég velti fyrir mig, hver eiginlega á þessa brú? Það hlýtur að vera borgin. Þetta er náttúrulega þessi gamla vatnsveitubrúin. Bjössi, hvað heldur þú? Ég er borgin á þetta, ég held að hún sé einhverjum frið og ég held að, ef maður rétt, hún byggði 1923. Þetta verið nánast friður, sko. En það er örugglega að má örugglega setja eitthvað netan til að koma í veg fyrir að vera eitthvað slys annars. Á nú ekki að vera mikill kostnaður í því. Nei. En við skulum bara taka þetta mál áfram og gera fyrirspurn inn á hérna enn og aftur umhverfis og skipulagssvið og bara spyrja hvort þetta sé ekki hægt og hver sé með sé þarna vegahaldari þessa brú en þetta er bara ágætis ábending. Það er alveg ljóst að svona, þetta handrið er greinilega hannað fyrir bíla en ekki fyrir fólk og hvað þá smávaxið fólk. Þá heyrist mér að við séum ekki með fleira á dagskrá. Þessa fundar ég er að senda þér Sigurlaug. Já. Má ég spyrja eitt, bara örsnögt. Hérna, ég er búin að vera datta eins út í einangrun með allt heimilið, en það er nú sem betur fyrir lokið. Vil ég rifja upp fyrir mér, ætlaði Strætó að koma aftur með kynningu fyrir okkur? Það var ekki rætt það á síðasta fundi að koma aftur með kynningu allavega í bili, en
við vorum að tala um það að skoða aðeins betur, af því að nú var þetta kannski svolítið nýtt sem kom hana fram, að það væri allt í einu komin hana borgarlína og annað slíkt, en við vorum eiginlega búin að ræða um það í ráðinu að taka þetta svolítið sjálf núna og koma með ábendingar og fá síðan strætóinn og fund aftur. Já. Þannig að ég held að það hefur verið svona næstu skref. Já. Ég að hugsa Sigurlaug, fékkstu frá mér bókun? Ég að laga fundargerðina. Já, ok. Ég get lesið bara bókuna með hann. Eins og núna íbúar hefur skoðað staðsetningu á Ærslabelg í Árbæ sem var að vara íbúin í síðastliðnum kosningum, ekki betra hverfi, þetta hverfi mitt, og kynnt var ráðan á síðasta fundi þess. Tillaga ráðsins sú að Ærslabelgur verði staðsettur ofarlega á svæðinu vestan við Ystabæ næst undirgöngum og sem fjærst íbúar húsum. Telji starfsmenn ÖSK þá staðsetningu verið í samræmi við hugmynd höfundar tillögunnar. Við teljum þetta verið í samræmi í upprunalegu hugmyndina, en staðsetning þarna mun nýtast íbúum bæði í Árbæ og Ártúnsholti sem mikill kostur. Loks má nefna í tillögu stýrihóps sem 11 voru setta fram hugmyndir að svæði þetta verði markað sem útvistsvæði í framtíðinni og teljum við því að Ærslabelgur eigi vel heima þarna. Þetta svona tillagan. Þú kannski lagar, það þarna einhverja smá klaufavillur hana hjá mér. Sigurlaug. Hvað á ég að laga sér upp? Ég er búin að breyta hverju mitt. Já, hverju mitt og svo var hérna og sem fjærst íbúða húsum telji starfsmenn ÖSK að sú staðsetning sé í samræmi við hugmynd höfundar tillögunnar. Já. Að sú staðsetning sé í samræmi við hugmynd höfundar tillögunnar og svo máttu taka þetta hérna, taka út, við teljum þetta verið í samræmi með upprunalegu hugmyndina, taka það bara út og segja bara að staðsetning þarna mun nýtast íbúum bæði í Árbæ og Ártúnsholti. Byrja að taka út bara við teljum þetta verið í samræmi því að það er endurtekning. Já. Ok. Það kemur bara staðsetning þarna mun nýtast íbúum bæði í Árbæ og Ártúnsholti sem mikill kostur. Já. Það held ég þetta sé nú komið. Svo þetta bara verður kannski bara að koma í ljós síðan nákvæmlega hvernig þetta útfært, en þetta allavega kannski þá, við erum að leggja til ákveðna leið í málinu. Má ég segja örstutt som man við brúna? Já. Já, hvernig var kannski þetta viku Þorkell eða Bjössi að svara konunni, hún heiti Jónínu Guðni, sem að spurja henni mitt í arbeiði. Já, ég var búin að skrifa hana. Ok. Ok. Ok, takk. Og gott mál. Ég held ég að verið búin að setja þarna eitthvað inn. Ok. Ég ætla bara að bæta við hérna. Eigum við að segja fundurinn formlega lokið? Erum við ekki bara komin í svona fundagerðar? Jú, við skulum segja fundið sér formlega slíti hér með. Við erum bara eftir að ganga eitthvað frá texta og orðalagi og öðru slíku. En þessum fundi íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaáls hér með slítið og bara þakka þeim sem hlýddu. Takk fyrir. Ok. Já. Ok. Þið þurfið að